Þegar við erum að smíða form og við erum að hugsa validation og sanitation og þetta sem að gerist þegar fólk að slá inn upplýsingar, þá verðum við að hafa í huga hver upplifun þeirra sem að fylla út formið okkar. Og þá þurfum við að vanda okkur og passa að við séum að gera það þannig að þetta sé ekki erfitt eða óþægilegt eða bara ekki viðeigandi að fylla út formin okkar. Og þá þurfum við að hugsa þessa upplifun og þetta þá partur af svona user experience eða UX á vefnum okkar, það að fylla út form. Og það geti jafnvel verið að þið hafa lent í því að fylla út einhver form sem að voru mjög furðuleg. Villuskilaboðin voru óskiljanleg, hugsanlega sáustu hvergi. Það var ekki bara að nota vitlaust þessar leibelar eða þetta, heldur þegar kom upp villur þá voru villuskilaboðin óljós, hvaða reitur var vitlaust útfylltur, þurftur að fara upp og niður á forminu og bara erfitt. Og þetta ekki bara eitthvað sem að við setjum að viðskiptavinurinn verður að biðja okkur eða hönnuðurinn verður að hanna eða verkefnastjórinn verður að láta okkur vita, heldur verður við sem forritarar sem erum að útfæra þetta að hugsa þetta og jafnvel láta vita, ef við erum að útfæra formið svona, þá gæti þetta gerst. Við þurfum að hugsa heildstætt í samhengi við verkefni sem við erum að vinna, hvernig formið passar þar inn. Og ef við erum að taka þessu gögnum að gera við, hvernig getum við gert það sem best, hvernig verður upplifunin sem best. Og þá það til dæmis eins og við sáum með sanitationið eða sérstaklega erum við að taka við kreditkortanúmeri. Þetta eru langir strengir af tölum og ef við leyfum ekki bil eða bandstreng, þá það í raun notandinn fyllir við með bilum með bandstrengum til að eiga einfaldara með að staðfesta, ég sé að slá inn rétt kortanúmer, en að íta síðan á borga eða eitthvað svoleiðis og segja því að nei, þetta óleyfilegt, gefur ekki góða upplifun. Og við sem forritarar vitum að við getum einfaldlega bara fjarlægt þessi bil eða bandstrengin eða hvað sem til þess að leyfa fólkinu að upplifa betri innslátt og síðan í raun fá tilbaka að þetta hafi verið rétt og vita þá betur að þetta hafi verið rétt. Og sérstaklega með, þetta getur átt við kennitölur sem við séð, landsnúmer, ef við erum með símanúmer og einhver flóknari gögn. Og síðan eru líka ákveðnar forsendur sem að tengjast bara okkar upplifun og okkar lífi og hvar við búum í heiminum. Það ekki öll nöfn eins og þau nöfn sem við þekkjum. Til dæmis að halda að öll nöfn verða að minnstu kosti 5 stafir af því að þannig það yfirleitt á Íslandi eða 3 stafir. En það eru vissulega til nöfn sem eru bara einfaldlega 1 stafur. Eða að fólk geti aðeins átt 1 nafn, að það verði að vera 2 nöfn á minnstu kosti, fornafn og eftirnafn. En það alls ekki þannig alls staðar í heiminum. Og það ekki allar fjölskyldur eins og það sem við þekkjum endilega, eða þá að kynvitund og kyntjáning. Hún margskonar og við getum ekki einfaldlega sagt þú verður að velja kyn, maður, kona. Af því að það í raun einfaldar heiminn niður í einhverja binary upplifun sem ekki raunveruleiki. Þannig að við þurfum í raun að hugsa þetta allt saman heildstætt yfir allt sem við erum að gera. Síðan annað sem svona meira tæknilega eðlis að þegar við erum að senda gögn, þá getum við lent í því að fólk gerir einhver upplýsingar, gerir einhver mistök eða jafnvel búið að senda þetta inn og endurhliður refreshar það sem búið að senda inn gögnin. Og þá, ef við pössum okkur ekki, þá getum við lent í að fólk fá upp svona frá ávaranum svona alert það að þú ert að fara að endur senda formið eða svona form resubmission villu eða bara tilkynningu sem getur gert fólk bara ruglað í rýminu eða ef það segir ok að það búi til aðra annað submission á forminu sem við verðum að vinna með. Og þá getum við nota annað pattern sem kallað post redirect get sem að tekum við postinu, ef það allt í lagi þá redirectum við og getum einhverju slóð sem að segir heyrðu, takk fyrir að senda gögnin til okkar. Þetta lítill hlutur en getur töluvert bætt notandaupplifun og jafnvel hjálpað okkur við það að fá minna af vitlausum gögnum til okkar. Og við skoðum dæmi það að þá getum við keypt dæmi 10 post redirect get og þá erum við með eitthvað form sem submitta bara einhverju gögnum, okkur svona sama hvað gerist. Og þá þegar við erum búin að passa upp á gögnum séu rétt, þá redirectum við að taka síðu sem segir gögn móttekin. Ef við förum opnum þetta og segir bara STF, gögn móttekin takk. Nú refresha ég eða og allt í góðu. Ef ég hins vegar tek þetta út, eða einfaldlega uncommenta
kommenta þessa línu, keyrum þetta aftur upp, sendum og núna reloada ég hér og þá fáum við svona upplýsingar hérna. Firefox must send information that will repeat any action that was performed earlier. Og þá þetta ruglandi skilaboð sem eiga sér til út af því að við erum að reloada einhverju sem var submitað. Og hérna geti ég kert eitthvað aftur sem var ekki ætlun mín við það að reloada sem gerðist hugsanlega óvart.